daginn, ég heiti Sigrún Ólafsdóttir og ég prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ég ætla að kynna hér fyrir ykkur það meistaranám sem við bjóðum upp á í félagsfræðinni. Og þar ætla ég að byrja á því að tala aðeins af hverju félagsfræðin skiptir okkur máli á 21. öldinni. Af hverju hið félagsfræðilega sjónarhorn mikilvægt. Þar byrja ég á að velta fyrir mér þeirri grundvallar hugsun sem við höfum í félagsfræðinni, en okkar grundvallar áhugi á að skilja tengsl einstaklings og samfélags. Hvað eigum við þar? Jú, við eigum við að við höfum áhuga að skilja hvernig samfélagið hefur áhrif á okkur sem einstaklinga og þá til dæmis hvernig hinar stærri samfélagslegu stofnanir, við getum hugsað heilbrigðiskerfið eða velferðarkerfið hér, hefur áhrif á líf okkar og hvað gerist fyrir okkur, en við höfum líka áhuga á því hvernig við sem einstaklingar og hópar getum breytt samfélaginu og haft áhrif á það, því að það sem við vitum að í rauninni allt í okkar samfélagi félagslega skapað, sem að þýðir það að allt sem við vitum samfélagið, stofnanirnar okkar, hvað okkur finnst og allt slíkt mannanna verk og var á einhverjum tímapunkti ákveðið af einhverjum einstaklingum eða hópum. Félagsfræðin, hún tekur líka á öllum þeim málum sem skipta máli á 21. öldinni. Þannig getum við notað kenningar og aðferðir og sjónarhorn félagsfræðinar til að greina öll þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir sem einstaklingar, hópar og samfélag. Þar má til dæmis taka dæmi ójöfnuð sem hefur verið lýst sem einu stærsta vandamáli sem við stöndum frammi fyrir á 21. öldinni. Það má nefna loftslagsbreytingar og umhverfismál og að sjálfsögðu líka hvernig öll samfélag í heiminum hafa tekist á við og eru ennþá að takast á við afleiðingar COVID-19. Félagsfræðin, hún líka í eðli sínu með áhuga samanburði, því að við spurjum alltaf hvað þýða hlutirnir, ekki bara að því að við vitum einhver ákveðna staðreyndir, heldur hvað þýða þeir í samanburði við eitthvað annað. Þannig öðlast þeir merkingu. Þar getum við til dæmis velt fyrir okkur að setningin að konur hafi lág laun í samfélaginu segir okkur mjög lítið, þangað til að við erum búin að bæta við að konur hafa almennt lægri laun en karlar fyrir sömu vinnu. Leið og samanburðurinn komin, þá hefur þetta öðlast dýpri merkingu og það það sem félagsfræðin gefur okkur. Að lokum þá vil ég minnast á hið gífurlega fjölbreytilega tækifæri eða verkfæri sem að félagsfræðin hefur varðandi aðferðafræðina, en félagsfræðingar breyta í rauninni allum aðferðum sem hægt til að greina samfélagið og þar förum við frá megindlegum gögnum þar sem við notum meðal annars vegar opinber gagnasöfn, við getum notað spurningalistakannanir yfir í eiginlega aðferðafræði þar sem við notum þátttökuathuganir, viðtöl og orðræðugreiningar. Og auðvitað eitt af því sem félagsfræðin gerir einstaklega vel að blanda þessu öllu saman, því að við erum alltaf að velta fyrir okkur hvaða kenningar og aðferði getum við notað til að skilja og greina samfélagið á sem bestan máta. Ef við förum síðan aðeins yfir hvernig námið okkar sett upp í Háskóla Íslands, þá hægt að taka félagsfræði sem 120 einingar sem að þýðir í rauninni að þú ert að taka MA-gráðu í félagsfræði og þar hægt að vera með ákveðin áherslusvið, það hægt að leggja áherslu á aðferðafræði, afbrotafræði og síðan heilsu og velferð. Við erum líka með MA-gráðu í aðferðafræði sem 120 einingar, en þar einnig hægt að sérhæfa sig í markaðsrannsóknum og það námsleið sem við erum með í samstarfi við viðskiptafræðideildina í Háskóla Íslands. Að lokum þá bjóðum við upp á styttri námsleiðir eða svokölluð viðbótardiplóma sem 30 einingar og við bjóðum upp á þau sérstaklega í afbrotafræði og rannsóknaraðferðum félagsvísindana. Mér langar líka aðeins að minnast hér á fjölbreytileika félagsfræðinar, því eins og ég kom inn á áðan, þá við rauninni alltaf að nota hið félagsfræðilega sjónarhorn til að skilja samfélagið. Við notum sömu grundvallar kenningarnar og aðferðirnar til að greina samfélagið, en við getum beitt þessu sjónarhorni, þessum aðferðum og kenningum, á nánast hvaða viðfangsefni sem við kemur manneskjunni, einstaklingum, hópum og samfélaginu í heild.
Þannig að eitt af því sem að við teljum mjög mikilvægt hlutverk okkar að taka þátt í og virkan þátt í samfélagsumræðunni. Þannig að þið sjáuð hér viðtal við kennara í félagsfræðinni eða umfjöllun greinar sem að við höfum skrifað. Og það sem að hefur sérstaklega, ég vil leggja áherslu á hér, að þetta sýnir okkur fjölbreytileika félagsfræðinnar. Þannig að allt þetta verið að nota í rauninni sömu grundvallakenningarnar og aðferðirnar en að skoða eins fjölbreytta hluti og ójöfnuð og COVID-19, hvernig við hlustum á tónlist, hvernig ást skiptir máli þegar á vinnumarkaði fyrir karla og konur í æðstu stjórnunarstöðum, varðandi kynferðisbrot, afbrot, íþróttir, vinnumarkaðinn, mótmæli og móðurhlutverkið. Þannig að hér sjáum við hinn gífurlega fjölbreytileika félagsfræðinnar. Og hann endurspeglast líka í hlaðvarpi sem að við erum með í félagsfræðinni á Kjarnanum og þá sjáum við aftur hér fjölbreytileikan þar sem að við erum með viðtöl og umræður í rauninni heimsfaldurinn COVID-19, heilbrigðiskerfið, viðbrögð samfélagsins við kynferðisofbeldi, við erum að tala sundlaugarmenningu, við erum að tala kynferðisbrot og það sem að við sjáum líka hér viðtöl við félagsfræðinemendur þar sem að þau tala að það sé gaman í félagsfræðinni. Ef við skoðum síðan aftur þennan fjölbreytileika og þið sjáu hér dæmi nýlegar MR-ritgerðir sem að sýna okkur hvað það sem að nemendur okkar og þeir sem hafa lokið meistaranámi frá okkur, hvað það sem að þeir hafa beint sjónum að í sínu námi. Og þar sjáum við aftur þennan fjölbreytileika endurspeglast. Við sjáum ritgerður sjúkdómsvæðingu, við sjáum að kæra nauðgun í litlu bæjarfélagi, við sjáum óréttlæti og líðan í kjölfar bankarhrunsins, skilning á orsökum og viðbrögðum einstaklinga við óhefðbundnum andlegum upplifunum, hvað gerist fyrir nýútskrifaða grunnskólakennara, póker á Íslandi, aftur afbrot, við skoðum traust og félagsleg tengsl varðandi sóttvarnarhegðun, heilsu, birtingarmynd kvenna í nýju lífi og síðan ferðalag kvenna og hvernig hún tengist útlitsstyrkun. Þannig að hér bara nokkur dæmi það sem að nemendur okkar hafa skrifað í sinni ritgerð. Og að lokum kannski svona stóra spurningin sem að kemur upp hvað starfa félagsfræðingar, hvernig starf geti fengið að loknu námi. Og hér sjáum þið bara dæmi störf sem að félagsfræðingar gegna í samfélaginu og oft það auðvitað þannig að við kannski vitum að einhverjir í einhverju stöðu en við vitum ekkert endilega félagsfræðingar að ræða en hér eru nokkur dæmi. Félagsfræðingar eru skrifstofustjórar, kennarar, forstöðumenn og framkvæmdastjórar, almannatengdar, aðstoðar útibússtjórar í bönkum, sviðstjórar, blaða- og fjölmiðlafólk, söluráðgjafar, alþingismenn og borgarfulltrúar og sérfræðingar hjá ýmsu stofnunum samfélagsins og má þar meðal annars benda á Hagstofuna, landlækni, fangelsismálastofnun og lögregluna. Ef að félagsfræðin hefur vakið áhuga hjá þér, þá viljum við sjálfsögðu svara þeim spurningum sem að hugsanlega hafa vaknað, þá þú getur haft samband við okkur á ýmsa máta, það hægt að hringja, það hægt að hafa samband í tölvupósti og síðan líka netspjall inn á Háskóla Íslands. Ef að félagsfræðin hefur vakið áhuga þinn, þá munum við svo sannarlega taka vel á móti þér í félagsfræðinni í haust.